Svona, velkomin í fyrirlestur 3, þar sem við byrjum að fara yfir CSS og við ætlum að byrja því að fara yfir CSS og CSS málfræðina. En CSS er það sem við erum búin að vera hinta að senustu 2 fyrirlestra að hvernig við fáum eitthvað útlit á þetta, því ég hafi kannski byrjað aðeins að fikta og fundið eitthvað ef þið hafi leitað á netinu, einhverja leið til þess að setja útlit á vefinn ykkar. En CSS stendur fyrir Cascading Style Sheets og það er sérstaklega hannað til þess að viðhalda þessari aðskilnaði milli efni og útlits. Þannig að við skilgreinum efnið okkar í HTML og útlitið er allt saman sett upp í CSS. En CSS virkar ekki bara fyrir HTML, þið getur líka séð að til dæmis að þið farið að vinna með SVG sem er Scalable Vector Graphics. Þar getið þið notað CSS til þess að stíla og gera hluti. Og við getum jafnvel tengt og unnið með SVG í gegnum CSS sem við munum sjá seinna í námskeiðinu. En þetta er staðlað af W3C eins og HTML og það var svona eins og í öðru, það var svolítið svona brösótt frá aldamótum fram til ársins 2010-2011 en það tók svolítið tíma fyrir CSS stuðning að verða almennan í vöfrum. Og það gerðist ekki fyrir að það var alveg mikil pólitískur þrýstingur frá vefforriturum. Og þessi CSS 2.1 staðall sem skilgreinir það sem við erum að fara yfir í dag, hann kom fyrst út árið 2004 en hann var síðan dreginn tilbaka og kom ekki aftur út fyrir en 7 árum seinna árið 2011 þar sem hann var búið að laga og bugfixa staðalinn. Og það sem ég ætla að setja mig hérna svo ég sé alls líka. Og núna lærði W3C af þessu og öll ný virkni í CSS er unnið í svona módulum þar sem grunnurinn er CSS 2.1 sem er reyndar að vera að vinna í núna 2.2 en við getum séð eins og hérna ef við skoðum þá getum við séð hvað er í gangi, hvað er verið að staðla og þá getum við séð hérna í raun hver staðan er, það er working draft, candidate recommendation, proposed eða recommendation sem við sáum hann í fyrsta fyrirlestri. Og þá getum við séð hérna einhverju svona CSS, það er eitthvað sem eftir að mjúta. Takk fyrir. Við höfum til dæmis media queries sem er það sem við notum í responsive, fonts level 3 sem við eftir að fara yfir. Og svo sjáum við hérna svona stable og upcoming nýjar útgáfur og eitthvað sem er í testing og þá er þetta í raun eins og í HTML-inu. Þetta er allt fyrir opnum dyrum. Og hægt að skoða hvað er að gerast og oft verið að leita að inputi frá forriturum það hvað á að gera. Af því að þessi spekkvinna er afskaplega mikil og ekkert rosalega mikið af fólki sem er að vinna í henni. En CSS 3 er svona eins og þetta með HTML5. CSS 3 er bara það sem við erum að tala þegar við segjum CSS. En CSS er í sjálfu sér ekkert flókið. Það er í raun einfaldur syntax en maður þarf mikla þolinmæði og maður þarf að vera mjög smámunasamur og mjög persistent, mjög thorough og þetta er það sem er hérna í skjalinu Understanding the CSS Specifications frá W3C og þetta er svona svo upplifun sem þið munum kannski fá að því að byrja að vinna með CSS. Þið verðið að dúndra inn einhverjum mismunandi breytum og reyna að láta hlutin líta rétt út en módelið sem er í hausnum á okkur er ekki alveg að þýðast yfir á skjáinn og þetta fer ekki nógu vel og þið munu lenda í pirring og þetta er eitthvað sem margir hafa gert grín að CSS sé svona vesen en CSS er í alvöru awesome. Það er í raun þetta einfalda pattern að vera með selector, property og value. Það leyfir okkur að skýra og setja upp öll þau viðmót og öll þau útlit sem þið sjáið á vefnum og ekki bara á vefnum, heldur líka á öðrum stöðum eins og í VS Code eða Spotify. Þetta er allt skrifað með HTML og CSS. Þannig að CSS er einfalt en það þýðir alls ekki að það sé auðvelt. Þetta verður hratt flókið þegar við fyrir að blanda saman mismunandi leiðum þar sem við erum að vinna með í raun eina leið til þess að vinna með hvernig textin lítur út, hvernig litir og bakgrunnir og myndir er komin í og síðan hvernig við layoutum allt út og látum alla hlutina
virka saman. Þannig að þegar þetta safnast allt saman þá er þetta mikið af svona hugtökum og þetta er fljótt að verða svolítið bras. Það er einhver sem er ekki mjútaður, það heyrist klikk í einhverjum. Og þetta er bara sama, við erum óhætt að spyrja. Bæði ég og dæmitímakennarar erum til staðar núna á Slack og í dæmitímum. Þannig að það er bara henda á þau spurningum eins og þau getið. Og svo er bara að vera fara inn í þetta með það hugafara að þetta þarf þolinmæði og ákveðni. Og CSS er mjög kraftugt og það er í raun bara með því að eyða tímanum í þetta, þá getið þið lært að smíða útlit eins og þið sjáuð á vefnum. Það er í raun ekkert sem að nema bara að æfa sig. Þannig að hérna er dæmi eitthvað sem er bara búið til í CSS og HTML. Það er svolítið ekkert JavaScript í þessu. Þetta reyndar notar þá svona skemmtilegu hliðarverkun að CSS er óvart Turing Complete, þannig að það er í raun forritunarmál. Það var ekki ætlunin, en með því er í raun hægt að útfæra eitthvað svona eins og Minesweeper, þar sem við getum verið með breytur. Síðan er líka hægt að búa til list með CSS, þannig að þetta hérna er nútíma málverk, inspirerað af gömlu meisturunum, en allt útfært í HTML og CSS. Þannig að ef við förum og við skoðum hérna hana Fransín, þá sjáum við, og þetta er eitthvað sem við munum verður besti vinur ykkar, að ef við opnum núna DevTools, sem við erum búin að kíkja þess á, hérna, sko þetta eins og eftir hvað þetta er, og núna ætla ég að inspekta eitthvað part af þessu og þá sjáum við hérna niðri að allri myndinni er lýst í HTML, þannig að við höfum andlitið og höfuðið, þannig að við getum séð hérna, það er square hérna, svo er hairdo og það er body og eitthvað, svo getum við skoða hérna nálar inn í og þá sjáum við hérna til hliðar sjáum við CSS skilgreiningarnar sem eru að valda þessu, þannig að það gerist nú ekkert ef við breytum þessu og svona við getum átt við eitthvað hérna, þannig að þannig erum við að fjarlæga sassið sem hún er með hérna og við getum líka bara hreinlega eytt því úr HTML-inu og þá getum við gert eitthvað svona skemmtilegt eins og að gera hvað ef við eyðum bara hairdoinu og þessu, þá verðum svona og fín. En þetta er satt allt bara gert með CSS og eins og segi, þið getið lesið og gert eitthvað svona ef þið hafið bara þolinmæði og löngun til þess. En þegar að við vinnum með CSS þá þurfum við að tengja einhvern veginn í HTML og það eru í raun 3 leiðir sem við getum gert. Og svo sem er æskilegust er að búa til skrár sem er með CSS endingu og nota síðan link-rel elementið sem að við höfum séð áður og vísum í skjali hérna með href. Þannig viðhöldum við algjörum aðskilnaði á milli CSS-ins og HTML-ins okkar, en stundum er það þannig að við getum ekki gert það alveg. Þá getum við sett style blokk eða style element í head helst og þar getum við skrifað inn CSS og það munir vera tekið til hérna greina af afránum. Og að lokum þá er þetta global attribute style sem er til á öllum elementum, en ef við notum það sem að geta alveg verið tímar þar sem þess þarf, en ef við gerum það, þá lendum við í því að við erum í raun að binda útlitið okkar alveg við element og þá erum við bara aftur komin í að vera að nota font eða hvað sem það er, þar sem við erum í raun að blanda saman merkingunni okkar og útlitinu. Þannig að hérna eru 2 dæmi og ef við skoðum bara þetta hérna dæmi sem er betra, þá sjáum við ef við förum í view source hérna að við erum með hérna link-rel style sheet sem vísar í þetta hérna skjal og þetta skjal er CSS og svona líta CSS skjöl út. Þau eru bara þetta pattern, það er einhver selektor og það er einhverjar reglur sem eru skilgreindar. Þannig að hérna er þetta tengt og við sjáum þá að við fáum einhvern bleikan lit hérna og undirstrikun og hún er hérna bleiki liturinn, undirstrikunin og er stækkað litur hér. Þannig að, og þarna fáum við dæmis ef við skoðum þetta hérna, þá sjáum við allar 3 leiðirnar
Við sjáum hérna style block, hérna inline style og hérna í raun ein birtingarmynd, sem sagt bara bleiki liturinn. En í seinna dæminu erum við búin að refaktora og þetta í raun svona hugtak í forritun og í svona hugbúnaðargerð gerð, þar sem við erum í raun byrjum á einhverju, látum það virka, en breytum síðan í raun og tökum til eftir að við látum eitthvað virka. Og það er oft gott að hafa það í huga þegar það er að vinna svona dæmi, að koma einhverju á skjáin sem maður lítur rétt út og virkar, en eftir að það er komið, vista það, og þá kemur einmitt hérna revision controller sem við erum að fara inn í mjög sterkt. Setja einhvern punkt, þetta lítur rétt út, en kóðun minn er í smá messi, og taka svo og laga kóðan og hreinsa hann til og keyra hann í gegnum svona linting tool eða validatora, og þá fá í raun snirtilegri kóða en lítur í raun eins út. Þannig að við erum ekki að breyta enda produktinu, við erum að breyta bara kóðanum á bakvið það. En málfræði CSS stendur saman af reglusettum, og reglusettin samanstanda af selektorum, skilgreiningum, og síðan getum við haft athugasemdir innan sem sagt svona multiline forward slash stjörna backslash. Það er engin svona single line comment í CSS, þannig að þetta eru einu leiðina til að fá comment, og þá lítur þetta í raun svona út. Þannig að við erum með comment, síðan erum við með selektor hérna, síðan fáum við alla skilgreininguna sem að eiga á við þennan selektor innan þessa hérna bracketa, og svo fáum við skilgreiningar sem eru í raun heiti á einhverju eigindi og eitthvað gildi sem það eigindi á að taka. Selektorar eru bara strengir og þeir lýsa því hvaða element við viljum að taka við skilgreiningum. Þannig að þannig þurfum við að fara að velja HTML elementin okkar, og þau skiptast í 6 flokka. Við getum síðan tengt þau saman og það eru 4 gerðir af samtengingum. Þannig að þetta er svona aðeins fara að flækjast núna. Við þurfum að vita þá hvernig við tengjum þetta saman og hvernig við veljum selektora. En selektorflokkarnir eru sem sagt type selektor, og það er þegar við notum bara heiti á elementi. Þannig að ég get sagt bara P og það á þá við öll P. Þannig að ef ég segi bara selektorinn minn er P, font size eitthvað, þá er ég að stækka leturstærðina á öllum P-um í skjalinu. Síðan getum við notað universal selektor, og hann á það við öll element. Þannig að það er bara stjarna. Það er yfirleitt ekki æskilegt að nota hana, þegar hann er það yfirgripsmikill að hann tekur bara við öllu, þannig að það er betra að vera nákvæmari og velja nákvæmlega það sem við viljum, en það getur komið fyrir að við þurfum að nota hann. Síðan er það attribute selektor, og hann velur element eftir einhverju attribute og innihaldi þess. Það er class selektor, sem er þá sértækur attribute selektor. Hann sem sagt horfir á class attributið á elementum, og með því að nota punkt, þá getum við gert punktur heitið á class til þess að velja öll element sem hafa það class attribute. Síðan höfum við ID selektor, og það virkar eins nema það er eftir ID attributinu, nema ID attributið er einkvæmt per síðu, þannig að það virkar í raun bara á eitt element. Og síðan höfum við svona gerfi klasa, sem er þá í raun leyfir okkur að velja hluti sem eru til staðar í skjalinu, en við getum ekki í raun skilgreint á sérstaklega. Skoðum það hérna. Og þeir eru svona dýnamískir. Þeir eru til dæmis, getum við valið tengla sem er búið að heimsækja, eða bara hérna sem eru aktífir, eða þegar það er verið að hovera yfir eitthvað, eða þegar það er verið að snerta eitthvað með putta í mobile. Þegar það er fókusað, þegar ég er búin að setja lyklaborðsfókusin á eitthvað element. Þannig að þarna er í raun svona dýnamískt einhver staða á interactioni mínu við UI-ið sem er þetta að velja. Síðan höfum við líka gerviklasa fyrir uppbyggingu, og það þýðir til dæmis að ef við erum með lista, við erum með uli lista, og við viljum geta valið eitthvað, enda barnið í honum, þá getum við sett inn formúlu hér, þannig að við getum sagt nth child 2n+1, og þá veljum við öll 8 tölubörn, eða við getum valið fyrsta barnið, eða eftir típum, þannig að við getum sagt last of type eða first of type, og þá tekur í raun type selektorinn sem er fyrir framan, þannig að við getum sagt p2. first of type, þá veljum við öll fyrstu p-in í einhverjum í skjalinu okkar. Síðan getum við fara að tengja saman þessa selektora, og
þá getum við tengt það saman á þessa 4 vegu. Við getum notað bil sem við notum oftast, það mikið notað, og það þýðir þá að seinni selektorinn, svo sem kemur á eftir bilinu, verður að vera afkomandi fyrir selektorsins, sá sem á undan bilinu. Og það þýðir þá bara við getum sagt eitthvað eins og section P, og þá erum við að velja öll sectionin okkar öll P-in sem eru inn í sectioni en ekki fyrir utan þau. Og síðan getum við notað stærren fyrir strangt badn, þannig að þá verður seinni selektorinn að vera badn fyrir selektorsins, ekki afkomandi. Þannig að þá getum við valið öll P sem eru beint inn í section, en ef við erum með section sem hefur síðan div sem hefur P, þá væri það ekki valið. Síðan hefur við plus fyrir systkina selektorinn, og það er þá selektor sem kemur beint á eftir fyrir selektornum. Þannig að þá getum við sagt til dæmis ég er með P og ég vil velja öll og P sem koma á eftir fyrsta P-inu mínu. Þannig ég vil til dæmis vera með öðruvísi útlit á öllum P-um sem koma á eftir. Þannig ég get til dæmis nota það til þess að hafa inndrátt á öllum málsgreinum. Síðan getum við notað tildu fyrir almennan systkinaselektor. Þannig að þá það ekki bara beint á eftir, heldur bara systkini sem kemur einhvers staðar á eftir í röðinni. Já. Við munum nefna það, en við munum ekki nota það, að því leyti að Bootstrap eru bara hjálpartól fyrir CSS, en við erum í raun að læra að skrifa CSS. Síðan eitt í viðbót sem við getum notað þegar við erum að skrifa CSS, og það eru svokallar at-reglur sem leyfa þá að skilgreina einhverjar auka upplýsingar inn í CSS okkar. Til dæmis getum við notað import sem leyfir okkur að sækja þá aðrar CSS-skrár til þess að innifela þær í okkar skrá. Þetta getum við notað til þess að skipuleggja CSS okkar. Eða við getum notað það til þess að búa til svona hreiðruð gildi. Þannig að við getum notað at-media sem segir okkur þá leyfir okkur að velja miðað við skjástærðina. Til dæmis þessar CSS-reglur eiga bara við ef að skjástærðin mín að minnsta kosti 1000 pixla breið. Þannig að þetta við þá þurfum að skoða responsive, þar sem við erum í raun með minni skjái, og þá erum við með ákveðnar CSS-reglur sem eiga bara við það. Síðan eru ekki bara þessi gerfi klasar, heldur líka gerfi element. Þannig að gerfi klasarnir leyfa okkur að velja eitthvað sem í stöðunum sem við erum einhvern veginn að interakta við eitthvað, en gerfi element leyfa okkur að velja hluti sem eru til staðar í síðunni, en við höfum ekki í raun við getum ekki búið til selektora fyrir þá, til dæmis eins og fyrir before og after. Þannig að það eru gerfi element sem eru til staðar fyrir og eftir hvert einasta element á síðun okkar. Þau eru tóm, en ef við selektum þau, búum til selektor sem að targetar þau með því að segja til dæmis p:2.2. after, þá getum við búið til í raun fyrir aftan öll p eitthvað ákveðið gildi. Þetta líka til dæmis eins og fyrsti stafurinn í elementi, þá getum við sagt p:2.2. first letter, þá getum við valið fyrsta stafinn í öllum p-unum okkar, eða first line, þá getum við valið fyrstu línu í elementun okkar, og eftir því sem að glugginn stækkar eða við höfum meira pláss, þá mun CSS okkar virka fyrir fyrstu línuna eftir því sem að hún fær færri eða fleiri stafi eða orð í sig. Síðan CSS villumeðhöndlun mjög fyrirgefandi að því leyti að ef við gerum stafsetningarvillur eða okkur vantar tvípunkt eða semikomu eða eitthvað í yfirlýsingarnar okkar, þá bara hunsar CSS túlkurinn það, og ef að eigindi sem við notum óþekkt, þá yfirlýsingin öll hunsuð og líka gildið. En hins vegar ef við gerum meiri háttar villur, við gleymum að loka svona curly brackets, þá hættir túlkurinn. Túlkurinn lesa þetta bara niður línu fyrir línu, og ef það ójafnvægi í curly bracketunum, þá mun túlkurinn hætta á þeim stað þar sem það vantar að opna eða loka, og allt sem kemur þar á undan mun birtast. Þannig ef við skoðum selektoradæmi, þá erum við með hér, við skoðum þetta bara gegnum inspektorinn. Þannig að það nýri útgáfum af Chrome, þá DevTools var að lagga, sem ekki gott.
Þannig að við erum hérna með eitthvað HTML, þar sem við erum með body og inn í því div og inn í því p og það hefur síðan eitthvað hérna, eitthvað hello og inn í því strong með ID text og það heimur. Og við sjáum að það er einhver stílar komnir á þetta. Þannig að við opnum hérna head, þá sjáum við hvaða stíla er búið að setja á. Þannig að í grunninn er búið að stækka leturgerðina, eða leturstærðina á öllu skjalinu, að þegar við veljum hérna HTML sem það bara grunnurinn á skjalinu okkar, upp í 20 pixla og ef við veljum hérna HTML þá sjáum við hvernig hérna DevTools leyfa okkur að eiga við þetta gildi og ekki bara sjá það, heldur líka interakta við það. Þannig að ég get farið hér og ég get stækkað, þá get ég sé hvernig HTML textin minn stækkar eða minnkar og ég get líka bætt við nýjum eigendum. Þannig að ég get sett lit, ég get valið úr gefnum gildum hérna. Ég get líka bara hætt við. En síðan höfum við hérna, fyrst veljum við síðan öll div og við viljum setja einhvern border á þau. Þannig að við sjáum hérna border utan eitthvað sem 1 pixel, solid og svartur litur. Og þá sjáum við hérna div fær það og þetta div og þetta div. Síðan fáum við hérna að ef við höfum emphasis, þá á það að vera rautt, þá er rauður texti, þannig að við sjáum einhvern rauðan texta hérna. Þannig að við förum hér inn og sjáum hérna, þetta á að vera rautt, en einhverju hlutu vegna það ekki rautt. Þegar þá sjáum við hérna að það div og strangt barn þess á að vera blátt. Þannig að þá sjáum við hérna að það er búið að strika yfir rauða litin okkar og blái liturinn á við. Og þetta munum við sjá í kasketinu á eftir, hvers vegna þetta gerist. Síðan hérna ef það systkini sem div sem á sér systkina div, þá fara 20 pixla margin fyrir ofan sig. Þannig að þá getum við sé hérna þetta div á systkina div. Þannig að það fara einhvern margin hérna sem skilgreinir plássið á milli þeirra. En fyrsta divið fær þetta ekki, af því að það í raun skilgreiningi segir gefðu mig div sem á div sem systkini. Þetta div á div sem systkini og þetta div á div sem systkini. Og síðan hérna fyrir attribute selektorinn, hérna fyrir class selektorinn, þannig við sjáum hérna punktur text, þá sjáum við hérna div, class, text, þá sjáum við að, og svo kemur first letter og þá sjáum við það ekki hérna inn í, en ef við var einhver leið til að sjá það. En þá sjáum við að fyrsti stafurinn settur í stærri fontstærð hérna og það hérna eitthvað gildi sem 2em, þannig við að sjá hvað það gerir. Og síðan allstaðar þar sem að attributið lang is, þá verður hluturinn grænn og eftir það kemur í raun veljum við eitthvað eins og hérna, þá veljum við eitthvað svona gerfi element sem hérna, þannig að við getum valið það. Og það setur eitthvað content í skjalið okkar sem ekki til staðar í hvorki í domenun né í sourceinu á síðan okkar. Síðan hérna fyrir gerfi klasa og gerfi element, þá í raun bara meiri svona æfingar að velja og sjá hvað að gerast. Þannig að þá getum við séð hérna hvernig þetta til dæmis eins og hérna fáum við 8 töluliðin eru hérna með bleikan bakgrunn. Þannig að þá getum við farið og opnað listan okkar og þá sjáum við að þetta á við fyrsta, þannig að það sem að þetta í rauninu uppfyllir 2n + 1. Þetta er autotala, þannig að við getum breytt þessu, ef við setjum þetta bara 2n, þá látum við jafntölu hérna itemana vera með bleikan bakgrunn. Fyrsta línan, hún á að vera light blue, við sjáum að hún verður það hérna uppi og núna ef við skoðum hérna device toolbar, þá sjáum við að það opnast eitthvað svona leið fyrir mig til að vinna með hversu breiður og hár glugginn minn þannig og þá þetta í raun leið til þess að herma eftir, til dæmis ég vil að þetta verði eins og í iPhone, þá get ég sé að þetta eru stærðin á iPhone X, en ég vil bara hafa þetta hérna í responsive. Svo vil ég fara hérna til ég farið að nota þetta, þá vil ég fara hérna og segja show device type og þá getur ég farið hérna og sett og vil ég hafa desktop, annars farið í mobile, þá fyrir hún að skala þetta niður fyrir ykkur. Þannig að við viljum hafa þetta bara í desktop og þá getum við séð hvað gerist. Við sjáum hérna fyrir first line
þá verður hún blá eftir því sem það eru færri og færri stafir, þá er alltaf bara fyrsta línan blá og sama þegar það stækkar. Og síðan villum við höndlunum og lokum hérna. Þá erum við með skjal þar sem að við sjáum hérna að það er eitthvað P og svo verður A er grænt, en hérna vantar síðan að loka, þannig að það vantar að loka curly bracketi hérna, þannig að EM verður ekki fjólublátt, þannig að það verður ekki fjólublátt hérna. Og ef við skoðum hérna, þá er ekkert, þá sjáum við hérna, það er eitthvað svona villa í gangi og þá sjáum við að hérna er unknown property name, invalid property value, unknown property name, þannig að það er í raun, hérna sjáum við að það er eitthvað villa í gangi og þá getum við bæði síða hérna eða með því að keyra CSS okkar í gegnum svona validator, sé hvað er að klikka. En síðan erum við með, yfirlýsingarnar og þær eru með þetta eigindi, eins og við séum hérna font size eða margin top eða eitthvað og svo eitthvað gildi. Það eru mjög mörg eigindi og þau munum við fara yfir bara svona í hópum, en gildin eru færri. Stundum sjáum við síðan yfirlýsingar þar sem við erum að skilgreina mörg gildi í einu og þetta getum við gert þess að spara tíma og línur. Þannig að við getum fyrir margin sem að segja hversu mikið pláss er fyrir ofan, neðan og vinstri og hægri megin við boxin okkar, elementin okkar, þá getum við gert það allt í einu. Í staðan fyrir að segja margin bandstrik top, margin bandstrik right, margin bandstrik bottom, þá getum við gert þetta allt í einni línu. En síðan eru gildin sem við erum að vinna með, eru strengir. Þeir eru annarkvort með gæsalöpum eða útfellingarkommum og ef við viljum vísa í þau gildi sem við erum að nota fyrir strengin okkar eins og hérna, við þurfum að birta streng. Ef við erum að birta gæsalöp inn í streng, þá notum við backslash til þess að escapea þetta. Síðan getum við notað slóðir, þannig að ef við viljum að vísa í einhverja slóðir, þá getum við verið með beint með slóðirnar hérna og þá fullar svona slóðir. Eða við getum notað eins og við sáum í seinasta tíma svona relatívar slóðir til þess að vísa í myndir sem við gerum yfirleitt. Eða erum að vísa í leturgerðir. Síðan eru litir. Þar getum við notað lykilorð. Þau eru svona ekki kannski æskilega því að þau eru ekki stöðluð að fullu. Þannig sumir vafrar eru með fleiri lykilorða litum en aðrir. Transparent er hins vegar lykilorð sem við notum og þá fáum við í raun lit sem er alveg gegnsær. Þannig að hann hleypir öllum lit í gegnum sig. Þannig að þá getum við látið elementin okkar vera í raun með gegnsæjan lit, þannig að þau taka litin frá foreldri sínu. Síðan getum við skilgreint RGB, red, green, blue gildi með hexadecimal streng eða með því að nota RGB fall. Og þá er þetta hérna strengurinn, hexadecimal strengurinn sem er þá fyrsta gildi hérna er 0 til 255 í hex. Þannig að þetta er 0, þetta er 255 og þetta er 0 og þetta er þá sami liturinn hérna sem er þá alveg grænn. Það er engin rauður, engin blár og fullur grænn. Síðan getum við notað HSL sem er svona önnur leið til að skilgreina liti sem stendur fyrir Hue, Saturation og Lightness. Ég ætla ekki að fara nánar í það sem er mjög flókin litateóri á bakvið þar en það eru margir sem eru að agitera fyrir því að nota þetta til að skilgreina liti. Síðan getum við skilgreint liti með alfagildi sem eru þá liti sem eru gegnsæra einhverju liti og þá bætist við alfa channel gildi aftast og það er á bilinu 0 til 1 þar sem að 0 er alveg gegnsætt og 1 er alveg opaque, þannig að það fer engin litur í gegn. Þannig að við getum skalað þarna milli. Við getum við með 0,5 sem þýðir að 50% gegnsær litur. Síðan getum við verið með tölur og þær eru þá heiltölur eða rauntölur með punkt. Þetta er ekki íslenskt, þetta er amerískt. Þannig að við getum gert svona og svo prósentur með punkt og svo bara beint með prósentumerki. Síðan eru gildin sem við notum einna mest eru lengdir þegar við erum að skilgreina af því að við erum alltaf að vinna með eitthvað útlit sem á að taka sig einhverja lengdir, það á að vera eitthvað ákveðið stórt eða lítið. Og
þetta eru annarkvort nákvæmar einingar og þar getum við fara alveg niður í að skilgreina eitthvað fyrir í tommum eða sentimetrum, en helst notum við notum bara pixel þegar við erum að vinna með nákvæmar lengdir sem við erum að vinna með á skjá. Það er þá bara 1 pixel sem er reyndar aðeins flóknar en að vera bara 1 punktur á skjá. En við getum samt líka skilgreint CSS fyrir prent og þá getum við notað inches og centimeters og þá mun það túlkast að einhverju leyti, ekki fullkomlega yfir í físíska heiminn. En síðan eru hlutfallslegar einingar þar sem við notum mikið. Síðan er eitt lykilorð fyrir einingar sem er auto, sem leyfir vafra að reikna lengdir sjálfkrafa. En þessar hlutfallslegu einingar skiptast í tvennt. Þær eru font relative lengths eða viewport percentage lengths. Letur hlutfallslegar einingar, þær horfa á font size eigindið og þetta mun vera smá svona hausverkur til að byrja með að skoða þetta. En þar eru við að nota þetta EM eða REM og í grunninn þá skilgreinist 1 EM sem 16 pixlar, en ef við breytum font size á HTML þá erum við að breyta grunnstærðinni. Þannig við erum að setja okkur einhverja grunnstærð sem við síðan notum til þess að vinna með í gegnum síðun okkar alla. Og þegar við reiknum út úr þessu þá erum við að margfalda með EM-gildinu í gegnum tréð okkar og þá hvert foreldri sem skilgreinir eitthvað EM-gildi er að margfalda það sem kemur á eftir. Þannig að það verður margföldun í gegnum tréð. Þetta hins vegar ekki við EM-gildin, þau horfa beint upp í foreldri, þannig að þau horfa alltaf á hvað er í gangi á HTML elementinu. En ástæðan fyrir því að við gerum þetta er í raun til þess að við getum stækkað og minnkað skjástærði, þannig að ég get tekið eitthvað útlit hérna og ég get stækkað og minnkað í vafranum og við höldum sama hlutfalli á milli þeirra. En ef við skoðum hvað er í gangi hér, slökkum á þessu, þá erum við með hérna í grunninn 24 pixela grunnstærð. Síðan höfum við body sem er með eitthvað div hérna sem inniheldur lorem ipsum og þá sjáum við að divið segir font size er 12 pixlar, þannig að þetta á að vera nákvæmlega 12 pixlar og við sjáum það hér. Við sjáum að það er 12 pixla leturstærð á þessu. En hins vegar, ef við förum hér undir og segjum P, þá er P allt hérna með font size 2EM. Og þá sjáum við hérna div P font size 2EM. Og þar margföldum við upp, þannig að hún leitar í raun að næsta ekki hlutfallslega skilgreinda gildi. Og það er hérna 12 pixlar hér og margfaldar það þá með 2, þannig að 12 × 2, 24. Og við getum séð þetta ef við förum hérna í Computed tabban við hliðina á, þá getum við séð hérna að font size er 24 og þá getum við séð hvað við erum með hérna. Þannig að 12 pixlar það er ekki notað, 24 pixlar ekki notað, 2EM er notað og það er þá reikna gildi sem verður 24 hér. Sama síðan fyrir þetta EM, það fær font size 10 pixlar, það er þá bara nákvæmlega 10 pixlar og sama hérna fyrir strong sem fær þá 1,5 og það er þá að horfa á P-ið sem er með 2EM, þannig að þetta er 1,5 sinnum 2 sinnum 12 sem enda þá við 36 pixlum á strong. Þannig að þarna er verið að reikna þetta upp tréð. Og með þessu þá getum við fengið svona síður eins og svona þar sem við erum í raun með eitthvað baseline, þar sem við erum búin að segja að letur á að vera nákvæmlega á þessu hérna baseline sem við sjáum skilgreint hérna reyndar frekar dauf bláum bakgrunni og við getum þá sagt hversu mikið pláss á þetta taka. Þannig að letrið tekur ákveðið pláss, línuhæðin er ákveðið mikil, sama hér, línuhæðin er ákveðið mikil fyrir paragrafið okkar og þannig getum við fengið svona jafnvægi í leturgerðin okkar á síðunum okkar. Og þetta eru mikla pælingar sem að renna frá bara typografíum í raunheimum og þetta byggir í raun allt á því. EM kemur til dæmis frá
breyttinni á M á hérna uppercase M í leturgerðinni, en í dag erum við búið að skilgreina það fyrir CSS á þannig máta sem við vorum að sjá, en við munum aðeins sjá meira svona typografíu pælingar seinna. En síðan höfum við þessar skjáprósentu einingar og það eru þá hlutfallslegar einingar sem eru horfa á stærð viewportsins, sem er þá hérna hversu stórt er vafrinn minn, og þá er horft á annarkvort breiddina eða hæðina á honum. Og það er þá viewport width eining sem er vaff tvöfalda vaff, þar sem að ein viewport width eining er 1/100 úr breiddinni á skjánum, og svo view height sem er 1/100 úr hæðinni á viewportinu, og síðan erum við með vaff mean sem er þá annarkvort eitt viewport eða hérna width eða height, hvort sem er minna, eða max þá hvort er stærra. Þannig þá getum við farið að leika okkur með birtingu sem er þá einhvern veginn svona, sem að horfir á hversu breiður eða stór hár skjárun okkar er, og við getum líka gert hérna eins og við sjáum hérna gráa lit, að síðan skrolla ég og þá er allt í einu hvítur. Þá getum við segja hérna að þetta div hérna, hæðin á því er nákvæmlega 100 viewport width, breiddin segi ég er viewport width og hæðin á því er nákvæmlega 100 viewport height, sem þýðir að í raun við erum alltaf með nákvæmlega gráan bakgrunn á fyrsta skjánum okkar, en lögðu við byrjum að skrolla þá er hann öðruvísi. Og svo sjáum við líka hérna að letrið á H1 sem er hérna uppi, það er font size er 10 vaff min, font size síðan á meginmálinu er 8 viewport width einingar, þannig eftir því sem að viewportið okkar stækkar eða breikkar, þá stækkar letrið í meginmálinu okkar, og eftir því sem að minnkar þá minnkar það. En hérna fyrir svona hér þá er það hvort er hærra, hvort er stærra, minna segi ég, viewport min einingin eða viewport height einingin. Þannig að við getum í raun skalað þetta eftir því hvað er stærðin á skjánum okkar er. Og þetta er þetta ná fram í raun svona mjög skemmtilegum svona typografíu eða bara birtingamyndir, þar sem við erum með síðu sem byrjar með fullri mynd sem fyllir út í allt viewportið, og síðan skrollum við og þá er myndin eða vídeóið ekki lengur sýnilegt, heldur er það bara fyllir það nákvæmlega upp í, eða láta letrið okkar skalast eftir því hvernig tækjum við erum á. En þetta er þá fyrsti fyrirlesturinn í dag, þannig að ég ætla að sjá núna, það eru spurningar hérna, er hægt að leyfa skil á RAR-fælum eins og ZIP-fælum? Já, það ætti að vera í lagi. Það er bara vesen fyrir dæmtímakerrana, bæði Windows 10 og macOS eru með stuðning við þessu. Ef þú hægri smellir á möppu í hvora heldur fyrir sig, í Mac og segir compress, þá færðu zip-grá. Ef þú gerir send to, þá færðu hérna zip. Ef þú ert á einhverju öðru kerfi, þá getur þú notað gzip eða eitthvað. Er heitið á gildinu þá ID í HTML-kóðunum? Nei, heitin á gildunum koma ekkert við HTML-kóðun, þau koma bara í gegnum CSS-ið. Fyrsta div foreldri hinna tveggja. Veit ekki alveg við hvað þetta var átti, en hérna, já, heyrið þér Herbert. Já. Já, nei, þá var það sem sagt að því að fyrsta, við vorum með segla til þess að div plus div, sem segir þá veldu öll div sem eiga div systkini á undan sér. Sem þýðir þá fyrsta divið, það er fyrst í röðinni, á þá ekki í raun div á undan sér, en divið á eftir því, það á fyrsta divið sem systkini, þriðja divið á annan divið sem systkini. Þannig að þannig getum við valið í raun eftir því hvernig röðin á. Já, þannig að það er í raun, div segir veldu element sem er systkini fyrra selektorsins og passa við selektorum minn. Já. En ég ætla þá að taka pásu núna í 10 mínútur.